Gjörðu svo vel. Já, góðan og blessaðan dag. Góðan dag. Ég ætla nú bara svo rétt aðeins að segja frá mínum málum, veistu það sögur, það þannig máli vexti að ég fer á Laugaveginn og það búið að loka þessari götu alveg. Þú heitir með leyfi? Heitir Guðmundur. Sæll og blessaður Guðmundur, blessaður. Og það búið að loka þessari götu eins og þú þekkir nú, þetta bara eitthvað göngugata og ekki þetta að leggja þarna neitt og við förum þarna og Jónakorninu þurfum að sinna svona erindi og ég get hvergi lagt og hún slæðið upp á gótónum og þannig að við leggjum upp á gangstétt en ég bið hana nú að vera í bílnum bara með hann en þess að sko hún slæðið með fótagang og annað og ég skýst það inn í búð og allt í góðu með það en ertu þetta Pétur? Já, ég hérna. Já, og allt í góð með það og fyrir það yfir og nema hvað að ég kem út aftur þá þarna ungur strákur sem alveg kolvitlaus og veifar höndum og spyr okkur í sig með bílunum upp á gangstétt og ég sagði við hann að ég var ekki upp á gangstétt, það var meira svona hallað upp á kanti og kona var í bílunum og gatt á færtan og það var ekki stæði því að það er búið að loka þessu Laugaveg og þessi strákur alveg hann vaðar á töndunum og spyr hvort ég get ekki nota bílastæðið húsinu og fleira og ég sé það er bara ekki hægt þegar konan er svona slæm með gang. Já. Og ég spyr svona bara spyr hann eitthvað þetta varði hann nú svo sem og hann segist að verslunarstjóri þarna í verslun og ég sé nú hvaða verslun er það og hann segir hann þarna og bendir á búð og ég man nú ekki hvað hann heitir þetta er svona blábúð á Laugaveginum, Masland, eitthvað. Og ég segi við hann, já, verðir á góður og njóttu dagsins. Og það er svona, það sló hann svolítið en ég held nú að hann hafi nú skilið þetta alveg að þessi göngugata, þetta er alveg ólíkindum og síðan frétti ég nú síðan að þessi strákur, hann er verslunarstjóri þarna og hann er nú í einhverju samtökum gegn þessu öllu þessu bákni sem að þetta er. Já. Nú á að loka nú á að gera alla Laugavegina göngugötu alveg að Snorrabraut eða alveg að Hlemm. Já. Hugsaði vitlausuna hvernig þetta vera í október, nóvember þegar við sem erum erfitt með gang og annað hvernig við geta nýtt okkur þetta. Þetta er náttúrulega með ólíkindum og svona strákar vitsingar sem eru gottnungir og vita ekki hvernig það vera slæmir í fótónum með annað. Þetta er bara til ábúrun að skamma. Já, en borgin hafði ekkert samráð hvorki við eigendur fasteignaeigendur. Ég talaði ekki við neitt og ekki við, ég talaði við kaupmenn þarna. Ég talaði við kaupmenn þarna og þeir segast aldrei tala við þá, aldrei tala við þá. Þeir tala aldrei við neitt, það er nú máli Pétur. Já. Það er alltaf sama, þetta er bara unnið í einhverju bakarbyggjum og svo veit engin neitt. Nei. Þetta er alveg með ólíkt. Þeir vilja ekkert fá neina gagnrýni á það sem þeir eru að gera, þeir bara útiloka hann alveg strax í upphafi. Það er ekki þetta að komast að þeim eins. Ég sagði nú við hérna mína, horfum í sundundaginn og ég sagði nú þetta er nú bara stundum eins og að búa í Norður-Kóreu. Það er ekkert allar upplýsingar sem koma upp á yfirborð. Það er bara þannig. Þú farið ekkert að vita. Þeir tala gegnsæi en framkvæma það ekki. Þeir tala gegnsæi, framkvæma ekki og nú á að breyta öllu og ekki bara breyta Reykjavík eina göngugötu. Ef við ekki bara, hvernig á það? Þeir eru eftir að halda áfram, það er allur miðbæri sem verður þarna undirlaður. Ég veit ekki hvernig svo verður það byggja þarna húsnæði í miðbænum og verslunarhúsnæði, allt og mikið verslunarhúsnæði á Íslandi og í Reykjavík nú þegar. Við erum með miklu meira verslunarpláss heldur en okkur önnur þjóð held ég á hlutfallslega. Þeir eru töskubúðir út allt Pétur. En af hverju eru þeir að fjölga því og svo bannaðir umferðina því það er stór hluti manna fer ekkert í miðbæinn ef mann komist þangað á Bifröð? Ég hef ekki sagt það Pétur að þetta fólk í kringum mig og annað það segir sér enginn til að fara að Laugaveginn í dag. Nei. Ekki nokkur maður. Ég skil það. Ekki nokkur maður. Ég þakka þér annars fyrir að koma þátt Pétur minn og já, þakka þér fyrir Guðmundur. Eða góðan dag. Sömuleiðis, bless. Já, það er nú það. Það er auðvitað rétt auðvitað á borgina að reyna að hafa samráð, ekki reyna bara að hafa samráð við hagsmunaaðila. Og ekki bara hagsmunaaðila, heldur þá sem að koma að þessu þarna á Laugaveginum.
en þeir höfðu ekki samráð við aðila þarna og bara þeir ákváðu það að með samþykkt í borgarstjórn, ég held að það verið 20 borgarfulltrúar eða jafnvel 21 sem samþykktu þetta og það er náttúrulega átt að ræða við þá sem eru þarna með starfsemi á svæðinu, en það er ekki gert og verður ekki gert. Já, þetta er nú stjórnunarhættir sem að ættu ekki að líðast, en það er sömu aðlar sem að gera þetta, sem er alltaf að tala samráð, þeir tala gjarnan umræðu stjórnmál og þau mættu þá ræða við þá aðila, þau mættu þá fara eftir því sem þið segja og svo tala um gegnsæi, en það virðist vera ansi langt í land með það að þeir virði þessar hugmyndir sínar og það er vandinn. Það er ekki nóg að tala gegnsæi, það verður að framkvæma það er ekki nóg að tala umræðu stjórnmál en að virða það ekki, það er ekki nóg að tala samráð við hagsmunaaðila en að fara ekki eftir því.